Laugardaginn 24. september var vígður nýr menntaskóli í Reykjavík, menntaskólinn við Hamrahlíð. Ýmsar kennslunýjungar verða teknar upp við hinn nýja skóla, meðal annars nú sér stofa fyrir hverja kennslugrein í stað þess að hver bekkur hefur sína stofu í eldri skólum. Rektor hins nýja skóla, Guðmundur Arnlaugsson, bauð gesti velkomna og setti síðan skólan í fyrsta sinn. Ég heiti á ykkur öll, kennara og nemendur þessa nýja skóla, hvert og eitt ykkar að leggja sitt lið til að vel megi takast. Ég trúi því að vel megi takast og í þeirri trú segi ég skólan settan og fyrsta starfsár menntaskólans við Hamrahlíð hafið. Breytingar á þessu kerfi? Jú, víst mætti koma einhverja breytingar en ég held að kerfið eins og það í dag, með þeim breytingum sem búið að gera því í dag, sé mjög gott og það sinni alveg að það fullnægi alveg þeim kröfum sem að nemendur gera til þess. En Ilmur, félagsstarfið sem var svo frægt hér í þessum skóla, það rekið með sama krafti og var? Nei, ég held nú að það var breyst svolítið mikið. Það var nú róttakara hérna aðfyrir allan eftir því sem við höfum heyrt. Maður hefur heyrt lýsingar af alls konar uppákomum og fólk eins og stuðmenn voru í skólanum og það hefur breyst mikið. En mér finnst það persónulega ennþá mjög skemmtilegt og frjálslegt en það alveg örugglega ekki eins og það var. Það stundum talað íhaldssama skóla og frjálslyndaskóla og bornir saman Hamrahlíðarskólinn og við skulum segja gamli MR. Í hvorum skólanum vildir þú vera? Í MH. Það ekki spurning? Nei. Og sama með ykkur öll? Jú, ég held það ekki spurning. Annars væri ég ekki hérna, ég vil vera hér. Á bílastæðunum fyrir framan Hamrahlíðarskólan fjöldinn allur af bifreiðum. Guðmundur, nemendur hafa líklega ekki átt marga bíla þegar þið byrjuðu fyrir 22 árum. Nei, það af og frá. Ég held bæði nemendur og kennarar hafi komið gangandi í skólan eða í strætisvagni á fyrstu árum skólans reyndar. Já, nú í þessum skóla var bryddað upp á ýmsum nýjungum sem bæði vöktu athygli og jafnvel deilur. Geturðu farið yfir helstu nýjungarnar fyrir okkur? Við byrjuðum nú á því að taka annað kerfið að láni frá lögvettingum, Jóhanni Hannessyni skólameistari og hans mönnum. Tilgangur þess var að fá nemendur til að vinna jafnt og þétt allan veturinn en til þess var svo veturinn skipt í 3 annir og sem lauk hverri í prófi. Þá hafði nemandinn alltaf markmið framundan sem var ekki of langt undan. Síðan takið upp öldungadeild? Já, áður en við gerum það, þá kom nú aðalbreytingin, það var áfangakerfið sem við vorum að reyna að vinna að og þróa þessi fyrstu ár og tókum upp þarna 1971 haustið að mig minnir. Tilgangur þess var að gera skólan sveigjanlegri, að góðir nemendur gætu lokið stúdentspróf á styttri tíma eða tekið meira námsefni til prófs en slakari nemendur aftur gætu þá eitt lengri tíma í þetta. Við þetta var skólinn það sveigjanlegur að hægt var að byrja á fullorðinsfræðslu og við byrjuðum á henni snemma árs 1972 öldungadeild sem var kölluð og sem nú við marga skóla í landinu og þetta vakti mikla athygli og varð vinsælla en við höfum eiginlega gert okkur ljóst áður. Vissi maður þörfin á þessu en að hún væri svona mikil, það hafði ég ekki hugmynd Þið reiknuðu með nokkrum tugum nemenda en þeir urðu á 300 verða ekki? Já, ég man alltaf eftir, ég var að ráðgast þetta við menntamálaráðuneytið og spurði einlega hvað ég ætti að gera, það kemur mjög margir og þá hugsaði ég kannski 60-70 manns en svo voru held ég 250 sem komu og þá þurftum við að breyta áætlunum alveg.